Þá er komið að 9. lið á dagskrá, barnaverndarþjónusta á Norðurlandi eystra, samningur til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Ístensdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komin á dagskrá liður 4 í fundargerð velferðarráðs strax eftir 27. nóvember 2024. En þá var lagður fram til afgreiðslu samningur barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra sem áður hét barnaverndarþjónusta Eyjafjarðar. Til upprifjunar þá áttu sér stað mikla breytingar á barnaverndarlöggjöfinni meðal annars með tilkomu umdæmisráða barnaverndar og stækkunar á umdæmum barnaverndarþjónustunnar, þar sem sveitarfélögum var gert að mynda barnaverndarþjónustu með að lágmarki 6.000 íbúa í hverri þjónustu. Sveitarfélögin Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkarhreppur, Hörgársveit, Langanesbyggð, Norðurþing, Svalbarðsstrandarhreppur, Tjörneshreppur og Þingeyjarsveit munu reka saman barnaverndarþjónustuna á Norðurlandi eystra. Dalvíkurbyggð mun eiga aðild að samningnum í 1 ár eða á meðan uppsagnarfresti á samningi þeirra við Akureyrarbær er að líða undir lok. Þjónustuna giltu áður 3 samningar barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar milli Akureyrarbæjar og Dalvíkurbyggðar, milli Akureyrarbæjar og Eyjafjarðarsveitar, Grýtubakkarhrepps, Hörgársveitar og Svalbarðsstrandarhrepps og að lokum milli Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshreppps og Þingeyjarsveitar sem var nýjasti samningurinn. Með gildistöku samnings þessa falla þessi samningar og gildi. Helsta breyting felst í því að með samningi þessum er Akureyrarbær vinnuveitandi alls starfsfólk sem starfa í barnaverndarþjónustunni á Norðurlandi eystra og vinna að þeim verkefnum sem samningurinn segir til Dalvíkurbyggð féllst ekki á að Akureyrarbær yrði vinnuveitandi alls starfsfólk. Var því samningurinn sagt upp með ársfyrirvara líkt og uppsagna ákvæði samningsins kveður á Dalvíkurbyggð mun því ekki tilheyra barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra eftir árs uppsagnaferlið. En gerður verður tímabundin viðauki við samningin þannig sem við samning þennan sem nú liggur frammi fyrir til afgreiðslu og gildir viðaukinn í 12 mánuði. Akureyrarbær er áfram leiðandi sveitafélag og fer með yfir umsjón barnaverndarþjónustunnar. Ég fagna þessum samningi og að barnaverndarþjónustan á Norðurlandi eystra sé orðin að þessari stóru þjónustu á sama tíma og við erum miður að Dalvíkurbyggð hyggst ekki taka þátt. Er samningu þessi hér komin til fyrri umræðu í bæjarstjórn? Þá er bæjarfulltrúi Hulda Elma Ístensdóttir lokið máli sínu, orðið laust sem enginn hefur kvatt sér hljóðs sem geta samþykkt framlagðan samning, gefmerki. Það eru 11.